Óska hjartanlega velkomin á þennan fund faghóps gæðingarlist fyrir knapa, þess að knapafundur, núna rétt áður en tímabili hefst. Tilgangur fundarinnar það að einlega að fræða aðeins greinina, aðeins hvað dómari að horfa á og auðvitað hægt að gera það, við ætlum reyna að vera ekki mikið meira en klukkutíma, ef maður ætti að fræða mikið með þetta, það myndi taka miklu lengri tíma, en þannig við ætlum svolítið að stikla á stóru, fara aðeins yfir reglur, aðeins yfir skilgreiningar og kannski fara svolítið sérstaklega yfir hluti sem maður sér að stundum að fara eða sem má stundum betur fara, að upplýsa það og setja ykkur kannski líka svolítið inn í hvað dómararnir að horfa á þegar þeir að horfa á gæðingarlist og við munum líka sýna nokkuð prógram og aðeins fjalla bara hvernig dómari myndi horfa á það. Og já, þannig að það rauninni við erum ekki að koma með neitt nýtt, það engar breytingar á þessu ári búið að gera. Það komin núna aðeins umsóknir frjálsar æfingar og svo framvegis, náttúrulega sem geta dottið inn hvenær sem en það ekkert nýtt í gangi, það bara verið aðeins að fræða hvað verið að gera. Og já, bæta við og við erum sem sagt, hverjum erum við erum sem sagt faghópur í gæðingarlist og sá hópur samstendur af núna 6 einstaklingar, í dag erum við 3 með okkur. Það Hekla Katarína og Þórarinn Eymundsson og ég Mette Mannseth, veit ég, gott að kynna sig líka. Með okkur í faghóp líka Randi Húlakir og Guðmundur Björgvinsson. En við erum í dag og hlutverk faghóps, það að fara yfir skilgreiningar, endurbæta skilgreiningar, sjá dómara endurmenntun og það nú eiginlega kannski svolítið upptalið og reyna að þróa greinin, faglega hluta greinarinnar áfram, þróa dómstörfin og svo framvegis. Eitthvað sem þið vilja bæta við, Hekla eða Tóti, með þetta? Þetta var bara mjög ítarlegt hjá þér, Mette. Ég var með potta og þeir eru allir komnir. Ok, það sem ég ætla að segja aðeins fyrirkomulagið á fundinum, það mun vera chatið mun vera opið, ég ætla að biðja alla að vera bara á mute allan tíman og við munum ekki hafa neina munnlegar spurningar eða umræður, þá mun þetta geta tekið allt of langa tíma, við myndum frekar geta haft kannski fleiri svona fundir þegar fer að líða á, jafnvel með það sem maður fer aðeins yfir máli, en þið getið sett inn á spurningar á chatinu. Og þar munum við líka deila myndbönd og þið þyrftu eiginlega að vera tilbúin að geta sett myndbönd, þess að opna linkin á Vimeo, að geta opnað það þannig að við getum hort á það saman af því að það að deila svona yfir neti, það hefnast bara ekki, það bara alltof, það bara verður of léleg gæði, En þannig að það sem við ætlum að gera í dag, það að Hekla mun fara svolítið yfir reglur og skilgreiningar og svo framvegis og síðan munum við halda áfram að fjalla nokkur atriði sem eru bara mikilvæg að skilja og síðan aðeins svona ráðleggingar svona svolítið einfalda hluti sem að stundum fara kannski mistök stundum sem að fólk gerir á óþörfu. Bara þegar þau kannski ekki alveg klára á reglunum eða bara eitthvað sem að sér að svona, viðst það hefði verið hægt að geta gert þetta, viðst bara með að ríða aðeins lengur þarna eða eitthvað svoleiðis, það hefði þetta verið miklu betra. Þannig að við ætlum að fara í svona þætti og svo ætlum við enda að fara yfir að minnsta kosti 2, hugsanlega 3 sýningar og lýsa aðeins hvað í gangi. Ok, þá ætlum ég bara að gefa boltan yfir til þín, Hekla. Takk fyrir það, Mette, og bara hreinlega hrikalega skemmtilegt að vera með ykkur, nú bara stendur fyrir dyrum maður vill svona aðeins meina, þetta hefur allan að verið þannig, það verður svona gæðingarlistar tímabil og fyrsta mót á morgun og þetta það, byrjaði reyndar aðeins með parafimmi, það bara svona einhvern smá, ekki gæðingarlist, en gæðingarlist byrjar á morgun sem að alltaf gaman og mikill fögnuður að byrja á því og spennandi. Mér langar að byrja á því að deila skjánum mínum með ykkur og fara bara aðeins yfir það í raun bara hvar við finnum
bara reglurnar og þá allavega byrjum við á því að fara inn á lh.is og hér eru fullt af dálkum hérna uppi og þar förum við yfir í lög og reglur og þar í framhaldi eru hérna þið ýti niður og þar eru reglur keppni og hér kemur GL, reglur gæðingalist, uppfært skjal 2025 og fylgiskjal við það síðan listi hérna yfir frjálsar æfingar í gæðingalist. Þannig ég smelli hérna á reglur gæðingalistar og það sem ég vil nú strax taka fram af því að þessar í raun fólk sem hefur jafnvel skoðað þetta að þá tekur við hérna eins og heilmikið plagg og tölva mín segir 35 blaðsjur þannig að það virðist kannski vera svolítið yfirþyrmandi en ég hvet ykkur til þess að skoða þetta vel því að hér náttúrulega farið í raun nokkuð ítarlega í öll stigin og hér í dag að það hefur ekki ennþá alveg komist á að það ekki mikið keppt allan í fyrsta stigi, það jú jafnvel stendur kannski til bóta í ár eitthvað en það sem ég ætla allan að leggja mest áherslu á annað stigið og þriðja stigið sem svona mest notað hingað til á Íslandi sem það tekið fram. Og þá myndum við byrja á blaðsíðu 7 og það vonandi næst að fylgjast vel með þessu á skjánum. Og ef við förum yfir í stig 2 og flettum í raun bara yfir stig 1 að þá hér farið yfir með þjálfunarpíramídanum það hvað svona í raun til viðmiðunar. Þetta það í raun ekki þannig að fyrsta stigi sé bara til dæmis afmarka við fyrsta stig þjálfunarpíramídans. Það má alveg teygja sig aðeins upp en grunnurinn það alltaf að vera til staðar í öllum stigum, fyrsta stigi, öðru stigi og þriðja stigi. Þannig að þetta svona bara til viðmiðunar og svolítið gott fyrir alla knapa að skoða. Og almennt bara tekið fram á öllum stigunum hvaða aðstaða skal vera og það það sama á öllum stigum, þar að segja að lágmarki þarf að vera 18 x 40 metra reiðsvæði eða hringvöllur og hér eru einnig viðmiðunar tímamörk og hér líka tekið fram að mótshaldari skal gefa út endanleg tímamörk miðað við vallarstærð í síðasta lagi þegar mótið auglýst. Og hér eru hlutföll atriða og það sem mig langar að fara í bara að koma hérna beint inn í hluta sem heitir æfingar og mikilvægt að hafa í huga ef þið að fara í kepp í gæðingalist að 48 klukkustundum fyrir keppni skal skila inn æfingalista og þið munu fá líklega bara dómblað í hendurnar og þar getið þið með frekar þægilegum hætti bara ýtt niður flipa og valið æfingarnar sem þið viljið. Æfingar sem henta hestinum ykkar, hvort sem það alliðahestur eða klárhestur og hér í raun bara verið að keppa á jafnréttisgrundvelli milli klárhests og alliðahests og við reynum í reglunum að hafa það þannig. Það allavega, það í raun stefnan allavega. Á öðru stigi og reyndar á öllum stigum hægt að sækja frjálsa æfingu og kannski gaman þið sáu það áðan að ég benti ykkur á flipa sem hét frjálsar æfingar og þar komin í raun svona æfingabanki sem að rosalega gaman fyrir ykkur að skoða og jafnvel að reyna ykkur við og svona athuga hvað og þetta oft mjög og þetta oft svona æfingafléttur og æfingarnar hjálpa gangtegundunum og það komið vægi á þetta og það oft svolítið gaman að renna í gegnum þetta. En eðli málsins samkvæmt þá það hlutir sem að svona oftast við erum og hingað til held ég að við höfum bara einungis séð á þriðja stigi. Og knapi, og nú erum við á öðru stigi, knapi sýnir að lágmarki 3 æfingar. Þar af skulu vera lágmarki 2 hliðagangsæfingar og önnur þeirra skal sýnd á tölti, brokki eða stökki. Allar hliðagangsæfingar, baugar og riðið á hringnum skal sýna upp á báðar hendur. Ég bendi á það atriði að það má merkja við eins margar æfingar og knapi vill,
en að lágmarki 3. Og ef að knapi kemur ekki öllum æfingunum fyrir í prógraminu sínu, þá fær hann í raun 0 fyrir það sem hann merkti inn á dómblaðið fyrir ef hann næri ekki að sýna eitthvað atriði. En ef merkt við 4 æfingar eða fleiri, þá dettur einhvern fyrir lægstu æfingu út hjá hverjum dómara. Og þá það náttúrulega undanskildum þessum hlíðargangsæfingum sem eru í raun þessar sem sagt í raun, ef maður segir, já, það eru nú ekki segja sem skylduæfingar, en það að lágmarki 2 hlíðargangsæfingar. En þetta gert til þess í raun að maður geti verið djarfur jafnvel og sett eitthvað inn sem að manni langar jafnvel að sýna og svo kannski ekki alveg stemning fyrir því í hestinum eða eitthvað og maður finnur að það ekki til staðar að þessu sinni, en þá fær maður þá bara 0 fyrir það atriði, en ef maður með 4 æfingar eða fleiri, þá í raun bara dettur þessi einhvern út og hefur í raun kannski ekki það mikil áhrif eða bara hefur ekki áhrif. Og það sem ég ætla líka þess að benda ykkur á samt, að þó ég sé í raun að hvetja ykkur svolítið í frjálsu æfingarnar, þá ætla ég að koma inn á það að einhvern fyrir æfingar þarf að vera 5 eða hærri til þess að vægi stuðla á æfingum hafi áhrif á einhvern. Þannig að það í raun ekki fyrir en þú ert komin með meðaltals einhvern fyrir æfinguna þína sem að stuðull fer að hafa áhrif. Þegar þú ert komin með stuðul 1,03 eða 1,07 eða 1,10 eða 1,20, þú þarft að vera komin með meðalengun til þess að stuðullin fara að virka. Eins það þannig að heildareinhvern æfinga getur ekki farið yfir 10. Þannig að ef þú fær 10 fyrir einhverja æfingu en hún samt með stuðul 1,23, þá ertu ekki að fá 12,3 í einhvern. Þú ert að fá 10. Þannig að það bara, já. Og æfinga vera greinileg og hafa jákvæð áhrif á hestinn og kannski þetta bara líka eitthvað sem að hún Mette mun aðeins fara yfir með ykkur hérna á eftir. En hlíðargangsæfingar þurfa að vera nægilega langar til að hægt sé að dæma gæði þeirra, en þó alltaf að lágmarki 10 metrar. Þannig að þar og já, á öðru og reyndar á 3. stigi einnig eru allar æfingar framkvæmdar án stuðnings við vegg fyrir utan þessar neðangreindu undantekningar sem að stendur hér að það hægt að hafa skeið sem æfingu, hraðabreyting og tölti sem æfingu og slagtaumatölt og þessar æfingar eru leyfðar upp við vegg. Þannig að það í raun. En ef að knapi sýnir æfingu upp við vegg sem að ekki heimiluð upp við vegg, þá hæstaeinkunn 5. Og það þá náttúrulega ef að í raun, ef við skyggnumst inn í dómaran sko, þá dæmir hann klárlega æfinguna, ég get sagt ykkur það, en segjum að knapinn hafi fengið 8 sem mjög góð tala fyrir þessa æfingu, en hún var framkvæmd upp við vegg, þá fær hann helming einkunnuna sem 4. Þannig að bara leyfa ykkur að skyggnast aðeins inn í það. Og hér sem sagt æfingalisti fyrir æfingar á öðru stigi og þetta bara allt og það sem í raun kannski líka munur á milli 2. og 3. stig að á öðru stigi eru fleiri æfingar, það eru einhverjar æfingar á 3. stigi leyfðar á feti en hér á öðru stigi töluvert af æfingum eins og þið sjáið leyfðar á feti og ég ætla svo sem ekki að fara yfir þetta, ég ætla bara að leyfa ykkur að skoða þetta allt saman sjálf en þér sjáið þið að vægið á æfingunum fer upp í 1,10. Og þá ef við förum yfir gangtegundir á öðru stigi og þar skal sýna lágmarki 3 gangtegundir og skal tölt vera ein þeirra. Og gildir tölti 1/3 af einkunn fyrir gangtegundir og fyrir gangtegundir. Ef sýndar eru 4 eða 5 góðar gangtegundir mun það hækka einkunn fyrir flæði. Einungis 3 bestu gangtegundir gilda til einkunna en alltaf tölt. En ef sýnt fjölefni á gangtegund, til dæmis mismunandi hraði á sömu gangtegund eða gott jafnvægi í æfingum eða á sveigðu spori, getur það hækkað einkunn fyrir þá gangtegund en vel tekst til. En jafnframt lækkað einkunn ef illa tekst til. Og það tekið dæmi að ef þú sýnir til dæmis stökk á hring og gerir það vel og ert kannski með háa einkunn fyrir stökk á hring og
og ert með gott jafnvægi og maður sér það vel og ert kannski að fá á langklið 7-5 fyrir stökk en sýnir gríðalegt jafnvægi til dæmis á hringjónum á stökki að þá dómaranum alveg heimilt að fara og hækka einhvern upp í 8 eða 8-5 fyrir stökk. Þannig að bara svona, þarna heimilt innan reglana. Og til þessa knapi sem ekki sýnir skeið og þarna tölum við þá klárhestinn eða þann sem að bara sýnir ekki skeið í prógramminu sínu, þá verður hann að sýna 2 útfærslur á tölti hið minnsta og á öðru stigi verður önnur þeirra að vera hægt tölt og hægt tölt. Aðrar útfærslur á tölti eru milliferðatölt, greitt tölt, tölt við slakan taum eða tölt með hraðamun. Það er hægt að velja bara eitthvað af þessu. Það þarf ekki að gera þetta allt auðvitað. Það er bara þarf að sýna 2 útfærslur til að hljóta þá fullnaðareinkunn. Og sá knapi sem sýnir skeið að þannig að hann hljóti fullnaðareinkunn fyrir tölt, þá þarf hann að sýna 1 útfærslu á tölti. Og til þess að hreyfa einkunn fyrir skeið þarf að sýna það sem samsvarar 3/4 á langklið af skeiði til þess að hreyfa einkunn. Og líka gott að benda ykkur á það að til þess í raun að reglurnar hafa gert ráð fyrir því í raun að gera í raun hestinu með skeið kannski örlítið hærra undir það að skeiðið hefur vægi 1,1 eins og sumar æfingarnar. Vegalengdir á tölti, brokki og stökki skal sýna að minnstakosti 1 langklið og það náttúrulega bara ígildi 1 langklið og það getur verið skálína, fjórðungalína, miðlína, þú veist, þetta bara sýna 1 langklið. Fet skal sýna 20 metra hið minnsta og það kannski pínu gott fyrir ykkur líka að vita það að það engin með mælistikun á lofti að þetta séu nákvæmlega 20 metrar en þetta svona viðmiðunartala bæði fyrir ykkur sem knapa og einnig fyrir dómara. Og ef ég fer yfir í flæði, reiðmennsku og fegurð í reið og það náttúrulega það sem að 20% af sýningunni og hér bara tekið svolítið saman í raun hvernig til text, hvernig upplifun dómarans af sýningunni, þú veist, þarna koma inn bæði líka, maður getur stundum orðið fyrir hughrifum að horfa á flottar sýningar, ég get alveg viðurkennt það, en svo fer maður svona líka yfir hvernig gengu æfingarnar, hesturinn mjög ábyrrandi að hann sé alltaf góður með æfingarnar upp á aðra höndina en ekki góður hinum megin og það svona alls konar sem að tekur fyrir og hér kemur náttúrulega líka reiðmennska knapans, hvernig hann að hjálpa hestinu sínum, hvernig ásetan, þú veist, þetta allt tekið til greina og þarna og hér eru svo sem dæmi til hækkunar og dæmi til lækkunar og mig myndi í raun bara langa aðeins, ég ætla ekki að fara yfir þetta heldur, bara að leiða ykkur aðeins inn í þetta og fara núna bara inn í það sem í raun bera þetta aðeins saman þá við 3. stig, því nú erum við búin að vera á öðru stigi en förum yfir á 3. stig. Og þar, eins og þið sjáið, þetta í raun bara uppsett eins og öðru stigi og ef ég fer núna bara líka yfir í framkvæmd keppninnar og að þar í raun fer svolítið að gilda þetta að fólk getur sótt frjálsar æfingar og það berst allt til okkar í faghóp og þar tala saman og það eru komnar mjög mikið af flottum og skemmtilegum æfingum inn í æfingabankan og sem þá hægt að miða við og við reynum að halda svona, allavega reynum að vera samkvæm sjálfum okkur í því að hvort að verði vægi en við höfum náttúrulega líka heimild til þess að hafna æfingum þannig að það ekki bara sjálfsagt að það sé sagt bara góð þó það sé bara sótt frjálsa æfingu. Afsakið þetta, það kom hér grátandi barn inn í húsið þannig ég þurfti að láta það fara í burtu og
Og hér gildir bara svipað og það kannski gott að lesa þennan texta bara aftur að merkja má við eins margar æfingar og knapi vill, við erum á 3. stigi og að lágmarki 3. Sleppi knapi æfingu fær hann sjálfkrafa 0 fyrir ósýnda atriðið, en merktu við 4 æfingar eða fleiri dettur einhver fyrir lægstu æfingu út hjá hverjum dómara, að undanskildum 2 hæstdæmdu hliðagangsæfingum verkefnis og önnur þeirra hið minnsta á 12. Þannig að þetta svipað á öðru stigi og áfram heldur þetta með vægistuðlinn áfram að stuðlarnir byrja ekki að virka fyrir en að æfingar hafa náð meðalengun. Og hér áfram þetta sem ég útskýrði fyrir ykkur á öðru stigi að allar æfingar eru framkvæmdar án stuðnings við vegg fyrir utan þessar undantekningar sem skeið, hraðabreyting á tölti og slagtömtölt sem æfing. Og þetta gildir auðvitað aðalega bara við það ef þú skilar inn blaðinu þín og setur til dæmis þessar æfingar inn. Þá þarf þetta að framkvæma þær á ákveðin hátt sem svo í skilgreiningunum. Og hér þá vægið og hér sést þá að það afturfótasnúningur á feti sem leyfður en allar aðrar æfingar, og þetta í raun bara, það bara gaman fyrir ykkur, þið bara lesið þetta í raun. Og hér komið síðan þið sjáu að það kemur alveg hopp upp í 1,23 í vægi og þetta þessir stuðlar, það náttúrulega hugsunin með þeim að þetta sé hvetjandi og vonandi ýta okkur til þess að fara lengra og kanna hvert við getum farið og gert eitthvað skemmtilegt með hestinum okkar. En ég ætla líka að leggja áherslu á það að það er mjög mikilvægt bara líka að þessar mikilvægu æfingar okkar, þær eru ekki minna mikilvægar hinar æfingar, þannig að gera þær vel og já, þannig ég vil bara leggja áherslu á það virkar ekkert annað en jákvætt á okkur alltaf að gera æfingar vel og að þær sé að hljóta góða einkunn af þær eru vel framkvæmdar. Og gangtegundir á 3. stigi og í raun stóra breytan þar kannski á 3. stigi svo að ef ég fer inn í línu eða hvað segir maður, málsgrein 2 að einungis 3 bestu gangtegundir gilda til einkunna en alltaf tölt ef sýnt, ég þarf ekki að fara aftur í fjölefni í gangtegund, en til þess að knapi sem ekki sýnir skeið hljóti fullnaðar einkunn fyrir tölt þarf hann að sýna 2 útfærslur á tölti hið minnsta. Og það í raun það sama að þú getur fengið einkunn fyrir tölt og í raun fullar einkunn en þú getur ekki hlotið hærra en 7 fyrir tölt nema að knapi á 3. stigi sýni hægt tölt og greitt tölt. Og hægt tölt þarf að vera sem nemur 2/3 af langhlið. Og það það sama á öðru stigi, það nóg að sé 2/3 af langhlið. Og til hæstu einkunnar fyrir gangtegundina tölt mikilvægt að knapi sýni dómara án svafa vel framkvæmt hægt tölt og þetta tekið mjög skýrt fram. Og eins að fullnaðar einkunn fyrir greitt tölt og þið heyrðuð það hægt tölt og greitt tölt til þess að fá hærra en 7 en þá viljum við sem dómarar sjá án alls svafa að það sé hægt að halda góðu jafnvægi gegnum beygjuna frá skammhlið til skammliðar á greiðu tölti. Og nú ég ekki að tala að þurfa að rallja í gegnum beygjuna og þetta sé einhver glannagangur. Heldur það þannig að bara að hesturinn haldi góðum hraða og ég held mér þess að myndböndin okkar sýni þetta bara nokkuð vel sem við ætlum að sýna á eftir að bara hesturinn haldi góðu jafnvægi, geti haldi góðum hraða í gegnum beygjuna og sýni án alls vafa að hann geti verið á góðu greiði tölti á langhliðinni og komi í jafnvægi inn í beygjuna. Það hugsunin með þessu. Og annars í raun skeið það sama á 3. stigi þar að segja það þarf að sýna eina útfærslu á tölti til að hljóta fullnaðar einkunn fyrir tölt á 3. stigi. Og ég ætla svo sem ekkert að fara aftur yfir flæði reiðmennsku og fögur í reið heldur að fara beint hérna yfir í skilgreiningar og hér enn og aftur, ég ætla ekki að fara og lesa þetta allt upp fyrir ykkur, ég bara meira að benda ykkur á og hér
hér eru stóru fræðin og allavega þegar ég hef sett upp svona verkefni að þá passa ég að fara alltaf yfir skilgreiningarnar, ég ekki örugglega að gera þetta eins og skilgreiningin að segja mér. Og ég hvet ykkur til þess að gera það. Það eiga að vera nokkuð ítarlegar og náttúrulega sjálfsögðu þær ekki nógu ítarlegar og ef þið eruð í vafa að þá þarf eitthvað að berast til okkar í faghópsins og það þurfum við þá að lagfæra. Það bara þannig. Þannig að hér eru hliðargangsæfingarnar á undan og á næstu blaðsíðu við það koma aðrar æfingar og skilgreiningar á þeim. Það mér langaði að lesa fyrir ykkur skilgreininguna á hraðabreytingu á tölti og það eru margir sem að sýna hana, eðlilega, þetta eitt af því sem að gerir okkar, þetta okkar reiðmennsku hefð að ríða flottar hraðabreytingar og ég ætla að lesa hana. Hraðabreyting á tölti skal framkvæmt frá miðri skammhlið í miðja skammhlið. Æfingin leyfð upp við vegg. Ég vil taka það fram að þó hún sé leyfð upp við vegg, þá þarf hún ekki að vera upp við vegg. Það má gera úr miðri skammhlið og krossa yfir völlin og sýna hraðabreytinguna þar, en það þarf að hægja svo niður og enda æfinguna á miðri skammhlið, en það þarf að sýna hana til beggja átta. Og hestur gengur á hægu tölti. Þegar hestur orðinn beinn út úr beygju, skal hann í það minnsta vera það sem nemur 2 hestlengdum áfram á hægu tölti, en þá hraðinn greinilega aukinn. Knapi ræður vegalengd hraðabreytingarinnar. Löng hraðabreyting telst til hærra erfiðleikastigs. Í niðurhægingu skal hestur vera beinn í það minnsta 2 hestlengdir áður en hann kemur í beygjuna á sama hæga tölti og í byrjun æfingar. Aðeins að hnykkja á þessu. Eins það með skeið. Þessi æfing líka leyfð upp við vegg. Hestur kemur í góðu jafnvægi á stökki og eykur síðan hraðan. Gangskipting yfir á skeið skal gerast á hraðanum sem hestur hefur náð eða í hröðun án þess að breyta formi mikið. Hestur skal vera orðinn beinn þegar hann komin á skeið. Hestur skeiðar langhlið á snerpu og öryggi. Hestur hægir mjúklega niður í jafnvægi. Og allt þetta til hæstu einkunnar. Hér fyrir neðan síðan útskýring á því hvernig ef einhver vill sækja frjálsæfingu, þá það hér og þið getið bara að skoða það. Og ef þið skrollið síðan lengra niður, þá hér gátlisti fyrir knapa og það alveg eitthvað sem gott fyrir ykkur að skoða og gátlisti fyrir mótshaldara einnig. Og svo hér leiðarar og ég ætla ekki að fara í leiðarana fyrir gangtegundirnar. Hér leiðari fyrir hraðabreytingun á tölti og þetta getið þið bara skoðað í rólegheitunum og hér fet og ég ætla bara að benda ykkur á það sem þá í raun svona hægt allan að skoða og átta sig á og það kannski líka svolítið gott fyrir ykkur að vita það og hér í raun skeið sem gangtegund og það nú kannski það sem ég hef líka ekki tekið fram við ykkur að hér skeið sem gangtegund og svo hér skeið sem æfing og ef þið sýnið skeið sem æfingu þá þetta leiðarinn sem notaður en knapinn fær líka einkunn fyrir gangtegundina sem hann sýnir þannig að hann fær í raun 2 einkunnir þegar hann sýnir eina flotta langhlið og skeiðu og flotta útfærslu þá fær hann einkunn fyrir skeið sem æfingu og svo fyrir gangtegundina á langhliðinni. Og það gildir eins fyrir hraðabreytingu og það gildir eins fyrir slagtaumatölt og alltaf þegar það verið að sýna gangtegundirnar innan æfingar. Og eins hér leiðarinn æfingarnar og þið sjáið línurnar sem á milli talnanna og hugsunin ekki svo að þetta séu eldveggir eins og við þekkjum til dæmis úr íþróttaleðrunum heldur þetta eins og í nafninu segir, þetta leiðari, þannig að sumir að lenda innan einhvers kassa, jafnvel innan svona 2 á milli, þú veist, það getur verið eitthvað úr kassanum milli 7 til 9, en það getur líka eitthvað verið úr kassanum 5 til 6-5 og við þurfum svona, þú veist, og þetta það sem við dómararnir reynum að æfa okkur með að þegar við erum að dæma sýningar heima og undirbúa okkur fyrir að koma og dæma ykkur knapana sem hafa við að leggja svo mikið undir við að sýna flottar sýningar, að þá mátum okkur við leiðaran og erum góði að nota hann. Þannig ég hvet ykkur til að prófa og þið sjáið að hér hliðargangsæfingaleiðari og þegar riðið á sveigðu spori,
taumur gefinn og svo taumur gefinn fram. Og að lokum síðan leiðari flæðið og það bara eins að í flæðinu að við erum ekki að fá yfir 5 ef að flæði afleitt, ábótavant, órökrétt samsetning og æfingarnar hafa slæm áhrif á hestinn. Það svona, þú veist, það sem að við erum hvað þá ef knapinn orðinn grófur, knapinn að trufla hestinn, þú veist, þetta allt og við erum að horfa eftir að gangskiptingar séu góðar og þegar við erum komin upp í hærri stigin og eitthvað sem að við erum að horfa til að verðlauna, þá erum við komin í flæði frábært og það allt rökrétt og það gott samband á milli knap og hest, æfingarnir eru krefjandi og maður sér að hesturinn verður betri, reiðmennskan góð, hún léttleikandi og svo erum við komin í efsta, þá knapinn farin að sýna áræðinu og dirfsku en samt tillitssamur og þetta því kannski velti fyrir ykkur hvernig í ósköpunum eigum við að sjá þetta og það bara heilmikið leikni að reyna að gera það og manni tekst það örugglega ekki alveg alltaf og bara alls ekki alltaf en við allavega erum að reyna og hér kemur líka að þegar við erum komin í efri stigin og viljum sýna, við viljum að líkamsbeiting hestsins sé góð og að hesturinn sýna okkur hann sé með gott fjaðurmagn og þannig erum við komin yfir meðal og eins taka tillit til fegurð í reiðar því að hún komin inn í þessa einkunn og maður verður sem dómari að horfa vel á það að hvernig hesturinn, hvernig ber hann sig í gegnum sýninguna, hvernig jafnvægið hans. Þannig að það ofboðslega margir hlutir sem að þarf að hugsa og eitthvað sem að við erum að æfa okkur sem dómarar í að verða góð í. Já, þetta var nú svona eins og ég segi og hundavaði aðeins farið yfir reglurnar og vilt þú ekki bara stjórna þeim eftir hvað svo næst á dagskránni? Já, þú held ég mjútuð, Mette. Eða, ég veit að þú ert mjútuð af því að, já. Akkurat, ég svo hlýðið mig sjálfa með að ég ákvað að mjúta sjálfa mig líka. Ok, næsta á dagskrá það eiginlega að fara aðeins í gegnum nokkra þætti sem okkur finnst vera mikilvægir sem að dómararnir eru að horfa eftir og skýra nokkur hugtök. Og ég ætla að deila deila þetta ef að það gengur upp hjá mér. Svo munum við nú reyna að skoða, bara leið og við erum búin að því, þá munum við reyna að skoða þetta aðeins á myndböndum og það nú þegar búið að, setja þetta svona, virki svona. Vonandi, Tóti búin að deila link á myndböndunum, við nefnilega verðum að það sem þið getur undirbúið ykkur með það að taka linkina við myndum sýna þau held ég þessari röð sem þau koma inn á chatinu, þannig að það þarf að vera, þannig að við getum nefnilega ítt á play allir í einu og horta á það og við getum lýst aðeins hvað í gangi. En það sem svo skemmtilegt við þessa grein náttúrulega það að hérna fær maður tækifæri til þess að sýna hvað býr í hestunum sínum og ekki bara hvað býr í honum, heldur hversu vel maður hefur þjálfað hann og það þarf maður og mikið af æfingunum og það sem maður verið að gera, það svona svolítið próf á hvernig hefur þetta gengið og við höfum stutt okkur við þjálfunar píramídan sem sagt í grunninn þurfa allir hestar að vera rólegir og eða einbeittir. Stundum það einbeitingin sem maður þarf að ná og þetta náttúrulega grunnurinn að því að hestinum líður örugglega vel, hann með á nótunum og hann sé ekki stressaður eða spenntur en heldur ekki að hann sé daufur og áhugalaus. Þannig við viljum hafa viljugan glaðan hest, síðan kemur framhugsun og taktfastur. Hesturinn hugsar fús og fer fús fram hverja það leið sem snabbi beinir honum og það sést ofta að hann heldur jafnan takt og jafnan hrynjanda. Síðan hann sé frjáls og eða sveigjanlegur
hann sé þess að óþvingaður og að hann sé sveigjanlegur og mjúkur, að það ekki sem að heftir hann. Svo getur maður unnið áfram með að gera hestinn enn sveigjanlegri ef hesturinn kannski stirður af náttúrulega hendi og svo framvegis að þá ég kem aðeins inn á það og eftir hvað sveigja. Sveigjanleiki ekki alveg það sama en það náttúrulega hefur með það að gera. Til dæmis að ríða hesti á baug og slöngulínu til dæmis, þá myndum maður sanna það að hesturinn mjúkur og sveigjanlegur. Það að til dæmis að ríða taumi gefinn fram og niður, að það mun bæði segja það að hesturinn minn rólegur, hann líka einbeittur, hann hugsa líka fram að því leiðum að gefur langan taum, þannig að hesturinn teygir sig fram og niður með langan hals með langtaum samband, að þá, ef hann hugsar ekki fram, þá mun hann fara að missa stefnu og þá missir hann taumsambandið, þá missir hann yfirlínuna líka. Nú samspora þar eru þættir eins og að ríða hann 8 til dæmis, að hesturinn getur sveigt sig jafnt upp á báðar hendur og hann heldur lengdarjafnvægi í skiptingunni. Og þess vegna sem ég mun koma inn á kannski aftur og eftir og þá viljum við sjá að hestarnir geta skipt á 8-unni í báðar áttir. Þannig að þú byrjar á vinstri hönd, á vinstri baug, skiptir yfir til hægri, þá áttu búin að sýna eina skipting að þú getur skipt frá vinstri yfir til hægri, svo viljum við náttúrulega sjá hvort þú getur skipt frá hægri yfir til vinstri líka til þess að sanna að hesturinn samspora. Og þetta náttúrulega stigskipt, þannig að fyrsta stigið það upp að samspora og síðan viljum við gjarna að hesturinn getur verið kveldur og þá við taum á öðru stigi. Og þar til dæmis á hesturinn að sjálfsögðu að vera kveldur en sjálfbærandi og þar til dæmis æfingin taumi gefinn fram sem önnur heldur en taumi gefinn. Taumi gefinn fram er sem sagt að maður rífur allt taumsamband í cirka 3 sekúndur, sýnir það 3 sinnum og hesturinn heldur sama forminu, þannig að þá ertu að sýna það að þú ert ekkert að halda hestinum í neinum formi, heldur bera sig sjálfur. Nú síðan kraftur og kraftur það getur maður séð til dæmis að hesturinn undirbýr sér vel fyrir hraðabreyting, tilbúin að fara af snerpu fram. Eitt dæmi það, sjálfsagt eru fleiri góð dæmi en það ekki það sama á sína hraða. Þú getur vel riðið hratt og verið með hest sem ekki með kraft. Þarna kemur inn líka kraftur og fjármagn, að hesturinn hann dansar og lyftist frá jörðinni í hverju skrefi. Síðan kemur inn söfnun og nú erum við komin yfir á 3. stig, þar sem kraftur, söfnun og yfirferð. Við viljum sjá kraft og orku í sýninguna, við viljum sjá að knapi getur framkallað fjármagn í honum, við viljum sjá það líka seinna á þessum sýningum. Síðan viljum við líka sjá söfnun og þar koma inn safnandi æfingar eins og opinn og lokaður sniðgangur og hafpass. Líka viljum við sjá gjarna söfnun inn í gangtegundunum, þannig að maður sér til dæmis eftir hraðabreytingar, hesturinn safnar sér þar, hann fara að gangskiptingar fara að gerast í meiri söfnun og svo viljum við sjá yfirferð sem að má vera í formi tölts, greitt tölt, það má vera líka á brokki, það má líka vera á stökki, það má líka vera á skeiði, það þarf að vera til þess að uppfylla þessa kröfur, þá þarf að vera riðið greitt. Rólegur einbeittur uppi yfirferð ef maður getur sýnt svolítið í verkefninu sínu, aðeins bara breytingar á þessu, ef maður sýnir mikinn kraft, sýna þá gjarnan á móti að hesturinn getur verið slakur, til þess að sanna að þetta ekki spennu. Ef maður sýnir mikið og maður sýnir líka, bara reyna að sýna eins mikið maður getur. Ég get að tala þetta lengi finn ég. En allavega, orð sem að koma oft fyrir í leðaranum, það til dæmis þetta að vera sveigður og það það sem maður að horfa til í mörgum æfingum. Það að hesturinn sé sveigður og stilltur í hnakka og þegar maður talar hnakkan á hestinum að þá það bara akkurat fremsti hálsliðurinn. Kannski hefði þessi hestur mátt vera kannski meira stilltur í hnakka en það sveigður, það eiginlega frá hnakkanum á hestinum, nú veit ég hvort að þetta sést hérna, en það hérna akkurat mitt á milli eyrnanna og síðan aftur alla leið og það talað að hesturinn að vera sveigður eins og ferill hringsins eða baugsins sem hann gengur eftir og þetta líka inn í mörgum æfingum, sveigju sér maður í baugum, á hringjum, í slöngulínum, í gegnum horn. Og það eitt af því sem maður horfir eftir á velþjálfuðum hesti, að hesturinn rétt sveigður í gegnum hornin.
Við sjáum líka sveigju í opinn sniðgang, í lokaðan sniðgang, í halfpass og í afturfótasnúning. Hugsanlega eitthvað meira sem ég man ekki eftir líka, en þetta örugglega hefur þið heyrt líka þegar verið að lýsa gæðingarlista, það alltaf verið að tala um þessa sveigju. Sjá, hvað gerist ekkert hérna, svona já. Riðum horn til dæmis, þar viljum við gjarnan sjá að hesturinn getur sveigt sig. Hvert horn er 1/4 af baug eða hring. Stærðin á horninu á hringnum, það fer eftir jafnvægi hestsins, hversu safnaður hann er. Það fer eftir hversu sveigjanlegur hann er. Þannig að þetta eitt af því sem maður horfir svona aðeins eftir í gegnum flæði, reiðmennsku og fegurð reið, að þar þetta metið til dæmis, hvernig er þetta gert líka. Hraða og auðvitað skrefstærð og þetta allt saman, til dæmis ef þið bara sjáu fyrir ykkur að þið riðið mjög hægt fet og safnað fet í gegnum horn, þá getur náttúrulega gert miklu kroppar horn heldur en þið eru á frekar hröðu stökki til dæmis. Þannig og líka greitt höld, þá reiknar maður með að maður ríður kannski ekki út í hornin endilega eftir að maður vill ríða með það stór skref og hafa hestinn sveigðan eftir sporið sem maður gengur eftir og þannig að það breytilegt, að það skiptir máli að hesturinn sé ekki útstiltur í hornunum, hann sé ekki útstiltur á þegar hann gengur allan völlinn, vegna þess að þá fer hann að ganga skakkur og það hefur ekki góð áhrif á hann til lengri tíma. Skulum sjá. Nú síðan höfum við aðrar útgáfur, til dæmis hestur sem að þeir geta líka verið sveigðir en stiltur út. Og þá sér maður ofta að knapinn oft með aðeins stutt í ytri tauminn og þetta mjög algengt og getur maður oft tekið eftir þegar maður að horfa á hesta í áttum eða slöngulegu til dæmis, að þeir kannski halda hægri stilling allan tíman. Þannig að þetta eitt af því sem maður horfir aðeins eftir. Önnur útfærsla, þetta galli. Þetta líka galli að hesturinn út ytri bó, ófsveigður. Þá sjáum við líka að skrokkurinn verður mjög beinn, hálsinn verður líka beinn og hann svolítið sveigður bara einum stað. Og þetta gerir að maður missir, það mjög auðvelt að missa aðeins stjórn á stefnunni í hestunum og maður missir mikinn burð. Innri afturfóturinn tekur ekki þátt í að bera, ytri bóurinn, orkan fer svolítið einhvern veginn út ytri bó og þetta ekkert sérstaklega heilbrigt fyrir hestina að ganga svona og ef maður sér þetta í æfingu, þetta sést mjög oft í opinn sniðgang til dæmis, þetta sést stundum í lokaðan sniðgang, mjög oft á sveigðu spori og þá það ekki það sem að horfa eftir, heldur að hesturinn sé jafnt sveigður í gegnum skrokkinn, ekki meira í hálsunum heldur en restina af skrokknum. Nú má svo deila með það sjálfsagt hvað hægt að sveigja hest mikið í gegnum skrokkinn. Þetta bæði hliðarsveigja, þetta aðeins snúningssveigja líka sem að spila inni. En það sem að hesturinn sveigjanlegustur, það náttúrulega hálsinn og oft snýst þetta svolítið að reyna að hafa hestinn sveigðan fyrir aftan herðarnar og passa hann sé ekki of mikið sveigður fyrir framan herðarnar eiginlega, þó hann á að sjálfsögðu að vera sveigjanlegur líka hálsinum. Síðan höfum við 2 æfingar, önnur æfingin sem til hægri, sveigður og stiltur hnakka, það opinn sniðgangur. Þar á hesturinn að vera sveigður í gegnum skrokkinn, hann þarf ekki að vera mikið sveigður. Meiri sveigja, þá myndi hann þurfa líka aðeins meiri svefnum, þannig að það fer eftir þjálfunarstigi hestsins. En hesturinn vinstra megin, hann beinn í skrokknum en stiltur hnakka. Og þetta þá krossgangur sem að þessi að ríða. Ríður svona cirka 30 gráða horn miðað við stefnuna sem hann gengur í og stiltur úr stefnunni. Nú síðan eru aðrar æfingar og þá kem ég aðeins inn á líka eitthvað sem við köllum fyrir snið. Til vinstri sjáum við lokaðan sniðgang til vinstri þar sem hesturinn gengur í sömu átt og hann sveigður í. Og sjáum við merki, 1, 2, 3, 4, þetta eru sporalínur sem hesturinn gengur eftir. Og akkurat í þessu tilfelli, og ég veit ekki alveg út af hverju ég fann þessar tekníkar, en svona full mikið bil milli númer 2 og 3. Þess að maður vill gjarnan í lokuðum sniðgang hafa jafnt bil þar á milli, að það sé bara eins og einn hófur þar á milli. Í lokaðan sniðgang þá sjáum við gjarnan 4 spor sem hesturinn gengur eftir, líka hægt að ríða á 3 sporum, opinn sniðgang, raunverulega sama en yfirleitt sjáum við þetta á 3 sporum og þar gengur hesturinn best að vera sveigður og fara ekki að krossa aftan til dæmis. Sem við sjáum til hægri.
Þannig að þegar maður talar meira eða minna snið, þá myndi ég segja að þessi til vinst, í lokuðum sniðgang, það svolítið mikið snið tala maður þessi til hægri sem opinn sniðgangur, það er gott snið í opnum sniðgang þar sem ef maður sér hestinn í þessu vingli, hann gengur náttúrulega þá opinn sniðgang sveigður til hægri, að þá þetta passlegt snið á þeim hesti. Og gott við mig líka þegar maður horfir á lokaðan sniðgang, beint framan frá, þá vill maður gjarnan sjá beint framan á hausinn á hestinum, sjá hann bara inn í augunum og nánast, og síðan vill maður gjarnan sjá hann meira minna beint framan á brjóstkassan líka. Síðan hafpa síðan þá æfing þar sem hesturinn gengur meira til hliðar framan og gengur þá á skálinu, svona sem hefðbundið. Þannig vonandi útskýrir þetta aðeins hvað er snið á hestum. Nú síðan kem ég aðeins að bara ráðleggingum sem að því að þeim endilega bæta inn í Hekla og Tóti ef eitthvað sem ég gleymi eða eitthvað svoleiðis. Já, Mette, má ég aðeins Mette? Endilega. Ef þú ferð í loka sniðganginn aftur, myndina, ég langaði bara að benda á það að svona venjulega þegar æfingarnar lokaði sniðgangurinn virkar best á hestana, á hægu tölti, plús eða hægu brokki, að þá eru hestarnir svona nokkuð við 3 sporarlínur. Það er að segja, það er hægt að útfæra þetta svona en það er þá meira svona verið að þegar maður er svona mögulega að kenna þeim og malla þeim inn í þetta, en þegar það er farið að ríða svona aðeins í meiri burði og aðeins meira svona, allavega það er algengast að knapparnir velja að ríða þetta á 3 líka, ertu ekki svona 3 plús? Það er algengar í galli þegar fólki fara að ríða þetta, hestarnir ganga eins og mikið til hliðar. Sem þessi gerir, og það sem of langt bil milli vinstra megin, of langt bil milli vinstri framfótar og hægri aftfótar. Þá það talin galli. Þannig að þetta ekki fullkomin æfing sem erum að sýna ykkur hérna. Nei, ég veit það, en bara benda á það að þegar svona mikið sveigja þá getur verið mjög erfitt að viðhalda burði, sérstaklega á innri afturfótinn sem Akkurat. Svo byrja þá að stíga bara út til hliðar í staðinn. Akkurat. Gott. Það mjög gaman að nördast í þessu. Nú, ráðleggingar og bara svona aðeins til umhugsunar að muna það að æfing er æfing. Ef maður velur æfing fyrir eins og þið þurfa að velja ákveðið magna á æfingum eftir í ákveða stigi maður er. Ef maður velur að gera æfing, það er svolítið mikilvægt að vita hvernig skilgreiningin er, þannig að maður veit hvað er verið að miða við. Síðan má nota krydd og spuna. Sem þarf ekki að merkja, eins og Hekla kom inn á áðan. Vist ef þið veljið, eins og mjög algengt, 4 æfingar á 3. stigi til dæmis, gilda 3 bestu æfingarnar og svo hefur maður líka þá tíma til að gera bara aðra hluti líka sem verður ekki, en það verður ekki dæmt eftir og sér. Það verður dæmt eins og bara hluti af heildarmyndinni. Þannig að það á ekki að vera takmarkandi en að velja æfingar að maður getur vel gert aðra hluti líka sem að og jafnvel fundið upp, gert eitthvað sem manni finnst vera skemmtilegt, sem manni finnst vera að sýna hversu vel hesturinn er þjálfaður, hugsanlega eitthvað sem við höfum aldrei séð áður, bara skemmtilegt. Það er það sem er svo skemmtilegt við þessa grein, þetta er svo lítið niður negld og þetta er svo mikið frelsi í þessu. Og maður bara vonar alltaf eftir að sjá eitthvað nýtt sem maður kannski fyrst skilur ekki alveg hvað jafnvel. Þetta er ekki að hvetja alla til að gera furðulega hluti en bara vera aðeins opin fyrir því að þetta er þannig grein að þarna sjáum við náttúrulega oft líka bara nýja hluti gerast. Þarna sjáum við allt einu hesta í pjaff og passage og afturfótasnúning á tölti og bara hlutir sem manni datt jafnvel ekki í huga væri hægt að gera á íslenskum hesti. Nú, varðandi sjónarhorn, þá er það mjög mikilvægt bara fyrir knappana átt að sjá því hvar sér dómarinn best, hvað ætla ég að sýna dómarunum. Nú sitja það náttúrulega ekki alveg á sama stað, þeir sitja svona aðeins dreifðir, en staðsetning þeirra og hvernig þeir riðið í kringu dómarana, að það mun svolítið náttúrulega ákveða hvað þeir sjá.
Og oftast til dæmis með æfingar þá sér maður það að það yfirleitt svona heppilegra ef að stillingin eða sveigjan aðeins að dómarunum. Það lítur aðeins betur út. Að það sé sveiði frá oft nauðsynlegt að sjálfsögðu, slöngulínur, jafnvel ef maður ætlar að gera opið sniðgang og gera kannski 8 og svo opið sniðgang í hina áttina, ekki láta það trufla ykkur eða takmarka ykkur, en stundum hefur maður séð jafnvel heilar sýningar þar sem allt sýnt með ytrirhlið. Og það einhvern veginn, hesturinn aðeins fallegri oft að innanverðu. Þannig að bara það sé alveg skýrt, það yfirleitt fallegra, hitt líka bara leyfilegt og í góðu lagi. En ef allar æfingar allt með hestinn stillan frá, það verður svona pínufurðulegt að horfa á það. Passa að fetið sé sýnt 20 metrar minnst og að dómararnir þurfa að fá að sjá hestinn frá hlið, þannig að sér hestinn ekki beint framafrá. Það rosa erfitt að dæma fetið og þá fáið þið bara ekki rétt mat á það ef það ekki rétt að sjónarhornið. Einnig, það var þetta gangskiptingar ekki að vera undir sjónarhorn, en gangskiptingar líka mjög mikilvægar sem að við horfum eftir að hesturinn sé rétt sveigður í gegnum horn og svona almennt ekki útstilltur, heldur ekki útstilltur í gangskiptingum, til dæmis upp í stökk helst. En gangskiptingar, þeir endurspegla svo mikið hvernig þjálfun hestsins hefur verið og hvernig samspili gengur upp. Þannig að það sem viðmiðið að hesturinn á að vera strax góður á næsta gangtönd. Hann á að vera þannig undirbúinn að þegar hann skiptur gangtönd, þá missir hann ekki jafnvægið. Og það enginn sem kemur hesturinn með óvart með allt í einu skiptur gangtönd. Heldur hann sama taugsamband, svipað form og svo framvegis. Og þar náttúrulega nema náttúrulega í æfingin skeið og skiptingin í hraðabreytingum á tölti til dæmis, en náttúrulega það verður að vera á ákveðnum stað, niðurtakan verður náttúrulega að vera út úr horninu og svo framvegis. En annars myndi maður alltaf leggja meira áherslu á að hafa gæði í gangskiptinguna og það skiptir eiginlega engu máli hvar gangskiptingarnar eru. Þannig að þarna getur maður tekið sér aðeins tíma, maður finnur að hesturinn ekki alveg tilbúinn, tekur svona jafnvel heilan baug, eitthvað svolítinn tíma, en eða bara nokkuð skref til viðbótar, undirbýr hesturinn aðeins betur, þannig að hesturinn getur tekið gangskiptingin í jafnvægi. Riðin 8, ég var nú búin að koma inn á það, maður sér svolítið af því stundum að það ekki skipti báðar áttir og þá náttúrulega maður ekki að sýna fram á að hesturinn getur sveigt sig og gert þessi skiptingi báðar áttir og eins og ég nefndi áðan þá þetta svolítið próf eða sönnun og sýning að sjáu þið hesturinn minna samspora, hann getur gengið að jöfnum hraða, jafnarhrynjanda og sveigt sig jafn mikið upp á hægri vinstri hönd. Muna síðan að sýna gangtöfundir heila langhlið, skálína eða miðlína og svo framvegis. Til þess og það ekki nóg að sýna gangtöfund sem þetta sveigðuspori, það verður að vera á beinni línu. Greitt höld frá miðri skamhlið að miðri skamhlið á 3. stigi, það var Hekla búin að koma inn á mannig ríða æfingar þar sem að sést vel til, reyna að fela æfingarnar ekki út í horni þá var bara meiri líkur að maður fær bara vitlaust mat af æfingunum. Passa að æfingin sé góð, að minnsta kosti 10 metrar, að ekki ríða of stuttar æfingar, þetta lágmark og þetta var eiginlega hugsað 10 metrar lágmark til þess að geta haft aðeins svona æfingafléttur. En gjarnan þegar maður sýnir aðeins öryggi þá sýnir maður jafnvel aðeins meira ef hesturinn góður í því. En síðan ég ekki að segja að það ekki plús að sýna æfingin mjög lengi en ekki láta það vera of stutt. Enda síðan æfinguna vel og þá á maður við að til dæmis í opið sniðgang að annarkvort að rétta hestinn greinilega upp, vera í æfingunni og svolítið bara núna hann beinn eða ríða greinilega inn á sveikt spor eða taka skálinu eða eitthvað. Þannig að það ekki þannig að hesturinn svona smám saman deyr út, skulum segja opið sniðgangi til vinstri á miðlínu og svo bara á einhverjum tímapunkti þá byrjar hann að færa sig bara til vinstri og komin eiginlega, að það verður svo ógreinilegur endir og þá lítur eiginlega út fyrir að hesturinn sé ekki alveg þjöll og ekki til í að halda sveigjunni. Taumigefin fram og niður, passa enda vel, gjarnan að ríða hestunum bara aftur við taum, vegna þess að við skoðum það, hvernig endar þetta og sönnun svolítið fyrir það að þetta gekk vel, hesturinn getur lengt sig í taumsambandi og hann kemur aftur tilbaka án þess að það gerist neitt að jafnvægi raskist
að þá það svolítið svona lokahnykkur á taumur gefinn gekk vel. Það má líka gera taumi gefinn og kannski hægjanari fet og jafnvel neyja sig að hætta, en það svolítið meira samferðandi ef maður getur enda með hestinn bara aftur við taum. Nú, æfing slagdán sem æfing, mikilvægt að það sé frá miðri skamhlið að miðju skamhliðar, alveg eins og grittöld. Ef að þetta sem æfing, hins vegar má alveg krydda sýninguna með að slaka taumi. Og þið sjáu það oft í þessu að það oft verið að sýna, hörðu, sjáðu hvað hestur minn sjálfbærandi, ég get gefið tauminn. Og jafnvel heila langlega þá það ekki æfingin slagdámatöld. Ef þau búin að merkja við æfingi slagdámatöld þá það líka, viljum við sjá að hestarnir fara í gegnum beygjurnar líka. En það má hins vegar krydda með slagdámatöldi eins og ég sagði. Nú, þetta var það í bili og vonandi núna fáum við að sjá svolítið af þessu á vídeói, og þá ætlar Þórarinn að taka við, ætlar aðeins að sjá hvort það engar spurningar á chatinu, ok. En það sem þið þurfa að gera núna það að taka fyrsta vídeóið og það stendur sjálfsagt Glódís þar og við höfum fengið að sjálfsögðu góðfúslegt leyfi knapana til að nota þessi vídeó og á ég kannski að deila þessu, ég gæti kannski gert það bara líka þannig að við ef ég íta á þennan link þarna kemur þetta vídeó upp og svo ætla ég að deila skjáinn aftur. Og ekki svona. En við kannski hvetjum fólk til þess að opna þetta heima því það oftast allavega rennur töluvert betur þannig eða bara svona, já. Endilega að þið verðið að gera það og svo gefum þetta núna svona einhverja 30 sekúndar meðan þið finnið það út úr því og síðan munum við bara þannig að þið getið séð hvar ég byrja. Að þá mun ég segja að eftir smá stund bara 1, 2 og þá íta allir að play. Ég held að við þurfum ekki að hafa hljóð af þessu, nei við getum það ekki, það betra að Tóti tala bara og lýsir það sem gerist í þessari sýningu og hvað maður að horfa á sem dómari. Og þá ætla ég bara að segja að ég held að allir ættu að vera tilbúinu núna að íta á play, 1, 2 og ætlar að segja eitthvað fyrst á þetta? Já, ég held að sé fínt að ég stilli þetta af og það svolítið löng byrjun á þessu þannig að ég held að það sé langbest að allir fari á 00:30, það að segja 30 sekúndur inn í verkefnið eða inn í sýninguna. Eins og og ég ætlaði líka að benda ykkur á að þið getið svo skrifa spurningar í chatti til okkar bara ef það vaknar og endilega og svo getum við þá farið yfir það á eftir. En ég ætla þá að vona að allir séu komnir núna í 00:30 og setjum þá bara á play 1, 2 og 3. Og þarna sem sagt Glódís á snillingi og þarna hneigir hún sig og hún byrjar á æfingu sem lokaður sniðgangur á baug og við sjáum að hún fer inn í æfinguna, hesturinn sveigður en það svona pínu högt í honum og hann nær ekki að gera hana vel, svo fer hún inn í opinn sniðgang og sjónarhornið fyrst svolítið vont þarna aftan frá en svo þegar myndavélin kemur framan þá sjáum við að hann bara að ganga mjög vel í opnum sniðgangi og góð taktur og upp í herðunum. Svo það hinn lokaði baugurinn. Þar sjáum við svona að hann að fara bara úr sveigjunni og við sjáum svolítið svona hnökra þar að leiðandi að missir hvelfinguna og taumsambandið og þarna nær hún raunverulega ekki að sýna æfinguna til þess að fá viðunandi, hinn var alveg góð viðunandi, hinn lokaði baugurinn. Svo kom þessi opni sniðgangur, það gengur svolítið hratt eins og þið sjáið, byrjaði vel, en þarna var svona dæmi þar sem að hesturinn endaði svo bara á því að ganga svolítið, missa sveigjuna og fara svolítið bara í að krossa að aftan sem við viljum ekki sjá. Þannig að en byrjaði vel en endaði ekki vel, þannig að
seinni opni sniðgangur var töluvert síðri en fyrri. Svo sjáum við töltið og það fer batnandi, það var svona svolítið styrkt þarna á skálinu og þarna eftir langhliðinni orðið betra. Maður sér svona örla á styrleika í afturfótunum, þannig að þetta er ekki frábært tölt en þá verður betra eftir. Svo kemur brokkið og þá sjáum við að það er svolítið mikill fjórtaktur í þessu og hérna kemur líka eitt gott dæmi að hún nánast, þið sjáum hún klárar ekki langhliðina á brokkinu. Svo kemur þarna skeið, smá hnökrin í niðurtökunni og niður hægingunni en mjög gott skeið. Hún sýnir sem sagt skeið sem æfingu og þar af leiðandi upp á báðar hendur. Svolítið gaman að sjá líka hún síðan bara ríður hestinum bara frekar slökum á feti eftir skeiðið. Já, mjög skemmtilegt og dómararnir fá mjög gott sjónarhorn þarna á fetið. Svo kemur hérna æfing sem heitir taumugegin fram og niður og þið sjáið í þessa áttina þá hesturinn hann er ekki að fara með hnakka niður fyrir herðakamp, hann er ekki að fara með munnin niður fyrir hné, hann er ekki að teygja á sig, hann svona næri sig ekki, þannig að þarna yrði bara 0 en svo fer hún tilbaka aftur eins og þið sjáið þarna og þá kemur hann bara býsna vel inn í æfinguna. Verður aðeins framþungur og allt það, þetta er ekkert frábært en þetta geti verið alveg einhvern upp á 6-5. Þetta er hestur sem við fórum yfir með dómurunum hérna fyrir nokkrum dögum. Síðan kemur aftur fetið og þarna fetar hann bara ennþá betur og þið sjáið að þetta er búið að fljóta vel, þetta er svona mjög sanngjörn reiðmennska og hesturinn upp í stöðu bara mjög sáttur og þjáll hjá henni og svo kemur aftur skeiðið og þarna alveg frábær niðurtaka og frábær kraftur í skeiðinu, mjög gott skeið og hann fer upp á mikla ferð og hún svona leyfir honum bara aðeins að teygja sig og fljóta teygja sig aðeins niður og fá pláss til þess að fljóta inn í tölt aftur. En þessi skeiðæfing töluvert betri heldur en hin og svo notar hún svo skeiðið skemmtilega til þess að svona fá ennþá meiri bara orku og virkni í hestin á töltinu og þarna sjáum við að töltið orðið ennþá betra. Það bara kannski byrjaði 6-5 og bara komið í 7-5 þarna. En það kannski eitt sem gott að tala að svona, það aðeins misjafnt á milli dómara, auðvitað eiga dómararnir að meta besta töltið en svona það hefur vissulega áhrif ef að töltið byrjar ekki vel og þó það endi vel. Það náttúrulega best ef maður getur haft fyrsta töltið svolítið gott, bara svona smá punktur með það. En alltaf svolítið jákvætt að hlutinni fara batnandi gegnum sýninguna. Já, að sjálfsögðu. Þannig að þarna var ein æfing sem að svona byrjunin á henni var eiginlega bara upp á frábæra einhvern. Það skeiðið upp á hægri, svona endurinn kannski ekki slæmur og sanngjörn reiðmennska og hún leyfir hestunum bara að teygja sig og svona fljóta niður en þessi byrjun þarna svona dæmi upp á ef það væri einhver fyrir bara stökkið niðurtökuna og svo skeiðið þarna til að byrja með þá getur það verið nánast fullkomið, ég ekki að segja að sé þannig en pæling. Það var þarna ein æfing, lokaði baugurinn upp á vinstri, þar sem að einhvernin var ekki viðunandi og þá myndi vægistöðullin ekki telja inn á þá æfingu en upp á hægri lokaði sem hún byrjaði á, þar það var svona metið svona viðunandi pluss 5 til 6 svona aðeins matsatriði
Ég veit ekki hvað ég að fara í þetta. Það er náttúrulega erfitt að tala um þetta svona þegar þetta er liðið. Ég held að við ættum bara Þá fram með Helgu, það er náttúrulega samt náttúrulega þessi, já, að skeiðgæði náttúrulega þó að æfingin hefur verið með aðeins snökrar og svona, það náttúrulega getur hún fengið mjög gott fyrir skeið, af því að það sýnir frábær skeiðgæði. Já, gott að þú bentir á það, Mette. Ég var ætlaði einmitt að segja að þarna eru 2 einkunnir sem eru gefnar og það er fyrir skeiðgæðin og langliðinni sem eru frábær, sko, og svo kannski eitthvað aðeins læra fyrir æfinguna, þó vissulega var hún góð líka. Og maður hugsa líka svona aðeins úti, sko, það sem náttúrulega hesturinn mjög kraftmikill á skeiði og fyrsta niðurhængin náttúrulega var aðeins erfið og hesturinn sem setur hausinn niður og tekur tauminn aðeins. En knapinn er ekkert veist, það er engar grófar ábendingar af knapanum á neitna. Þannig svona frekar svolítið tillisaman við hestinn, sérstaklega sér maður það upp á hægri hand eins og Tóti sagði, hann leyfir honum svolítið að fljóta bara inn í beyguna að finna jafnvægi sjálfur. Auðvitað til þess að þetta væri frábær æfing sem æfingi skeið, þá myndum við gjarnan vilja sjá að hesturinn hægði á sér, myndi lækka lenda eins, væri að sýndi greinileg þjálfni eftir skeiðið. En skeiðgæðin hins vegar mjög góð og reiðmennskan voðalega nett. En þá erum við komin með inn frá chatinu, við erum með aðra sýningu og það er Helga Una Björnsdóttir sem er með þá sýningu og ég ætla að deila skjáin með hana. Það er, eða sem sagt, skulum sjá, það er ekki svona. Já, og við byrjum það bara, þegar það er líka, sko, núna byrjuðum við ekki hinn strax, sko, byrjuðum hana á, en hafið líka það í huga leið og þið komið inn á völlinn, þá fara dómararnir líklega að horfa upp og horfa á ykkur og velta fyrir ykkur hvenær ætla að byrja, það verður lesið upp hvaða æfingar á að fara að gera og þetta náttúrulega auðvitað hefur svolítið að gera með hvernig heildarmyndin er, þannig að hugsa ykkur þið eiginlega, auðvitað er ekki dóm fyrir en þið hneigið ykkur, en að þið gefið líka svona, gefið ákveðna mynd af ykkur þegar þið komið inn í salinn líka. En þá ætla ég að vona að það séu allir búnir að komnir með Helgu þarna á og getur byrjað að stekka þetta strax eða, já, geta. Ok. Þannig að ég ætla bara að fara að ýta á play bara alveg frá blá byrjun, 1, 2 og núna. Bíddu nú við. Nú er þetta frosið á skjánum mínum. Hvernig stendur á því eiginlega? Veit ekkert út af hverju það var. Hörðu, við verðum að bara byrja upp á nýtt aftur. Þetta ekki hvort það er getur verið eitthvað að netinu mínu eða eitthvað álíka. Skulum vona ekki. Hörru, ég ætla þarf bara eiginlega að byrja aftur, fyrirgefið þið. Þeir verða að fara bara á 0 ef þið ætla að fylgja þessu og svo byrjum við þetta 1, 2 og núna. Vona það besta. Nei, hún rökti þetta aðeins hjá mér. Sjáðu, hún er mætt í salinn, hún er ekki byrjuð, greinilega er hún eitthvað að undirbúa sig, allt gerist voðalega bara nett, en þú sjáðu, hún er aðeins að vinna í hægri hlið hestsins, gerir svolítið líklega til þess að byrja núna. Nei, ekki strax, ætla að undirbúa það aðeins betur. Og þarna náttúrulega hefur maður ákveðið með langa tíma áður en tónlistin náttúrulega byrja bara eftir ákveðið langa tíma. Þarna byrja og þá byrja náttúrulega klukkan líka. Og hún er að byrja að gera æfing sem er lokaður sniðgangur á baug á tölti, eða það er reyndar 8 sem hann ríður, þannig að hann ríður þetta upp á báðar hendur. Hesturinn bara býsna vel sveigður og hann er góður á tölti. Sýnir greinileg umskipting og þetta dæmi mjög góða umskiptingu þar sem hesturinn heldur sér alveg uppréttur á meðan hann skiptur Hérna sér maður bara nokkuð fína sveigju upp á þessa hönd, þetta er greinilega æfingin og hesturinn er góður og jafn á tölti. Og þetta er eina af frjálsu æfingunum sem hún hefur, annarkvæmt hefur hún sótt þetta sjálf eða þá þessi æfing hefur verið til í æfingabanka. Svo heldur hún áfram hérna á fallegu, mjúku, hægu tölti. Og hérna náttúrulega er hún að sýna fram á þetta mikinn sveigjanleika, kemur hún síðan á aðra frjálsæfingu sem hún sótt sem er lokaður sniðgangur á baugunum, réttir upp
þegar hún ríður aðeins beint og svo aftur lokaður sniðgangur á hinn bögin og mér sýnist hún nú gera það býsna vel að spurning hvort það pínulítið minna snið til hægri en býsna gott til vinstri, hún má þó ekki sveigja hálsinn meira og þetta hafa þá meira sveigja restina af skróknum. Síðan kemur þessi fína stökkskipting og þið sjáu hirsan strax, hún hérna flink af stað, strax góð á stökki, á jafnvægisgóðu stökki hérna með mjög allavega stöðugt taumsamband og já. Og síðan tekur hún slöngulínu á stökki hérna og þarna verður hún eiginlega bara að passa svolítið upp á að helst ekki fara að sveigja hristuna mikið til hægri, þá getur hún náttúrulega þá sem sagt skipta þau stundum yfir í kistök. Hérna hún náttúrulega að sýna fram á mjög góða stjórn á stökki og hérna góða stjórn að sveigja. Gerir síðan býsna góða gangskipting þarna og það sést svona aðeins og það þarf að halda svolítið lengi við hana þarna gegnum beygina samt. Það held ég að maður myndi kannski ekki sjá sem dómari að maður sér í myndavélina samt. Síðan stormar hún áfram á brokki og það, hérna fyrir mig greinilegt að hrissan hugsa fram. Hún heldur samband, hún alveg til að gera hlutina, verður pínu brotin á brokki hérna í lokin, en fyrir utan það skrefmikil og örugg með sig með góðan burð í bakinu, heldur vel taumsamband fram og svo framvegis, strax niður í bara jafnvægisgott fet. Jæja. Þar hún aðeins að, hún var byrjuð á næsta verkefni, hefur hún náð 20 metrar, mjög líklega. Hún alltaf þarf ekki að sýna fett endilega, en þarna hún að undirbúa svolítið skemmtilega slagtaumatöld og komin með slagartaum á miðju skamlið. Síðan sé maður að hún alltaf heldur bara mjög flottu jafnvægi hérna á tölti með slagartaum. Hún auðvitað réttur hún aðeins úr sér eins og eðlilegt að hún á að gera. Þegar ekki taumsamband myndi halda, það væri bara eðlilegt, þannig að þetta mjög flott æfing. Og sjáu þið líka hvað hrissan sátt að taka upp taumsambandið aftur, strax komin í gírinn, alveg blússandi viljug, virðist vera, gerir bara allt fyrir knappan sinn. Og svo getur hún keyrt hana eftir þetta bara upp með meira kraft, við slakataumi þá hún að minnka þess kraftin til þess að hún haldi jafnvægi, síðan bara fullur kraftur, fullt af fjæðurmagn og góðar hreyfingar og síðan hægir hún niður aftur og ríður aðeins hægtöld. Þannig að hún að sýna svolítið, hún að sýna hrissan slök getur gengið í góðu jafnvægi við slakantaum, getur gengið í jafnvægi á feti, getur strax blússað upp í kraft á tölti og þannig að hún að leika sér svolítið með orkustig hestsins og sýna öll þrep þjálfunarstigans. Þarna kom hraðabreyting sem ég reikna nú ekki með æfingarna fyrir fram með, en ég myndi reikna með að þetta væri bara svona skraut hraðabreyting. Síðan slakur hann taumið þarna svolítið allt í einu og hérna svona pínu lítið meira að flýta sig kannski en óbúslega góð á tölti náttúrulega. Ég veit ekki alveg hvort að ég myndi náttúrulega endar aðeins á því að rúlla pínu lítið, náttúrulega ekki mikið, þetta náttúrulega alveg frábærlega vel gert, en það var svona aðeins meira að flýta sér í þessa átt og spurning hvort að taumurinn var nægilega slakur. Þetta var líka held ég bara sem skraut af því að hún útfærði þetta, já. Og svo sjáðu þið fjæðurmagnið á tölti, dansandi fín á tölti og auðvitað bara hættur hún þar á toppnum. Mjög skemmtileg sýning sem man bara sér að þetta er gæðingur, þetta er alveg bara allt undir stjórn, það er kraftur í þessu. Án þess að hún þarf ekki að ríða neitt rosalega hratt til þess að sýna fram á kraft, en það að sýna þetta samspil, sveigjanleika, svefnun í gegnum æfingar og svo framvegis það er svolítið, hún er svolítið ítrekað að sanna bara fyrir okkur hvað hún er búin að þjálfa hrissuna vel og hvað samspilið er gott. Þarna sáum við sýningu það er fyrsta lagi verið að gera, það eru góðar gangskiptingar, hesturinn er fallega uppsettur, hann er dillandi mjúkur, hann er sveigjanlegur og hún gerir erfiðar æfingar og sem að takast vel, hún sýnir alla 4 gangtegundir, hún sýnir kraft á hægu tölti, hún sýnir líka kraft á greiðu, vissulega svona til þess að fara í allra hæstu hæðir þá vildi maður kannski sjá á fjórgangssýningu aðeins greiðara tölt
en þetta rosa mikið svona öryggi, yfirvegun og hún svona stígur, það hvergi svona feilpúst og á sama tíma hún flott á stökki, hún flott á brokki, hún fetar vel, hún flott á tölti. Þarna þessi 20% einkunn að tikka vel inn. Þarna myndi dómararnir... Líka annað sem alltaf mjög skemmtilegt við að það sést varla hvað hún að gera, sem sagt sjálf, af því hún svo situr í svo góðu jafnvægi og með svo nettar ábendingar. Og auðvitað, maður fer ekki fram á að það sjáist bara ekki neitt sko, en það ítrekað tekið fram í leiðarana, líksýnir ábendingar til bóta. Og þið kannski sáu það þarna, þegar hún var í horninu þarna, eiginlega vinstra megin frá sjónarhorninu, frá vélinni, að þegar hún var að undirbúa hraðabreytinguna. Og á einum stað í horninu þá sá maður hún gerði svolítið. En það var ástæða fyrir því, sko, þetta var akkurat svona, ef þú þarft einhvern tímann að gera eitthvað aðeins stærri ábendingu, þá frábært að geta þá gert það þarna eiginlega svona með rassinn í dómarana og það sást mjög lítið, en maður svona sá aðeins og svo kom hún inn á skálinu og tók hraðabreytinguna. En sem sagt, fegurð í reið, flæði og reiðmennska verulega gott í þessari sýningu. Þá komin síðasta sýningin sem við ætlum að sýna ykkur í dag og það þessi sýning. Ég ætla nú að setja hana af stað einu sinni bara til að sjá hvort hún rúllar ekki. Og ég ætla samt að starta þetta aftur eftir, þið getur verið alveg róleg. Það byrja þetta aftur frá byrjun. Þannig að vonandi allir búin að finna þennan hlekk þarna og tilbúin að fara að íta play rétt bráðum. En þetta að 0 og við Tóti munum nú skiptast eitthvað á kannski að tala þessa sýningu. Kannski tölum við bara á sama tíma, það verður skemmtilegt. Svo gaman að tjá okkur. Ok, ég ætla að fara núna að segja 1, 2 og byrja. Hann byrjar nú strax, já, sjáðu þið, hann byrjar strax sko. Og byrjar að lokuðum sniðgang á tölti og það nú svona smá brasi í byrjun og þarna hugsa maður bara þetta aðeins svo stutt í góðri æfingu. En það hins vegar mjög greinilegt að hann hættir og réttir hann upp og svona. Og þetta sér maður að þetta svolítið skemmtileg tölt strax. Þetta náttúrulega allt annað sko, sjáðu þessi skemmtilegt í töltinu, hvað hún mjúk og dansar vel. Það svona kannski smávegis, aðeins ójöfn í aftan smá stund allavega. En það rosalega, hún kveld og það mikill burður í henni og það mikill gæði í töltinu gegnum æfinguna. Og knapinn líka með mjög nettar ábendingar og situr svona frekar létta og skemmtilega á hestinum og fylgir vel. Það sést líka hvað hrissan næm. Já, eins og þegar hann var að fara út og loka og koma í ytri ábendinguna hvað hún næm. Hérna hann að gera bara hraðabreyting í báðar áttir er það ekki, þess að skálinu. Á að vera með hrissuna bein hún átti náttúrulega að byrja aðeins í lokaðan, hún áði ekki að gera það. Vera eftir hopp, vera bein smástund, síðan auka hraðan, minnka hraðan með hestinn beinan, áður en maður fer inn í hoppnið. Það verið að horfa svolítið að það, þannig að í þessu, þá veit maður ekki að hoppnið taki bara við hestinum, heldur að knapinn sýnir greinileg hraðabreyting. Síðan kemur hafpass á tölti, Tóti. Já, þarna fer hann inn í mjög dýra æfingu. Hún byrjar kannski aðeins með afturhlutana á undan þegar hann fór á stað frá veggnum, en svo náði hann að laga það og framhlutin var leiðandi, þannig að endurinn á þessari hálfpassæfingu var virkilega góð. Hesturinn heldur sér upp í herðu, gott hönsaband og góðu taktur. Svo kemur til hægri og þá hún aðeins þverari og sérstaklega þarna í lokin þá afturhlutin aðeins svona undan, hann kemur pínu kannski aðeins ofsvæði í hálsinn en samt góð æfing, gott tölt og allt það, en svona smá ekki eins góð og fyrri. Á ég að taka hægutöltið? Já, hérna bara náttúrulega virkilega flott fjæðurmagn
hesturinn vel uppi og hvílir vel í aftursporinu og maður sér hvað hann safnaður og gengur þetta vel og knappinn hefur ekkert fyrir þessu. Og Svo líka ætlar hann að svona ákveðið frelsi svona í, sko, hérna, hún svona já, ok, hérna kemur þetta, já, kemur greitt tölt. Og við sáum þetta sem að gerðist þarna í akkurat á skamliðina. Það gerir það að hann eiginlega ennþá að auka hraðan á tölti. Og þarna hefði verið, sko, gott fyrir hann eiginlega, sko, að halda bara áfram annan hring, sko, til þess að sýna að hann getur riðið greitt tölt líka í gegnum beygju. En þarna hann svona svolítið eiginlega bara að sýna aðeins inn í greitt tölta langhlið. Þannig að til þess að vera meira samferðandi, passa það sé, sko, frá miðri skamhlið að miðju skamhlið að sé greitt tölt. Fallega slöngulínur. Aðeins of djúp þarna, sjáðu, verður hún aðeins stutt í hálsinn og neflínan fer bak við lóð og það þarf að reyna að passa það eins, sko, hestar sem eru svona mjúkir, að það talið ekki gott, en margt annað gott í þessu, og fallegt brokk, frekar góð stjórn að reiðilega, sveigði sig svona nokkuð vel í báðar áttir, og náttúrulega bara ofsalega nett og falleg reiðmennska, og skemmtilegt, skemmtilegu léttleiki í þessu. Svona til þess að gera þessar slöngulínur ennþá betri af því að maður sér að hún getur haft hann svona uppi og safnar á brokki ef hann hefði bara setið aðeins betur, hann fór svolítið að halla sig fram í slöngulínunum og merinn hrissan kannski fór svolítið óþægilega djúpt eins og þú varst að benda á. En svo að aðeins að lyftenni, sko, í hornunum líka. En svo kemur þessi fyrsta æfing aftur sem hann byrjaði á að vera ekkert svo góð, sko. Þarna hún greinilega betri, hesturinn kveldari og jafn sveigðari og takturinn betri og þið sáu þetta svona rann betur, það var svolítið svona högt í öllu þarna í byrjuninni og svo kemur þetta ljómandi fína fett, það svona, já, það eru mjög góðir kaflar í þessu, og örugglega kemur mjög góður 20 metra kafli og myndi dómarinn náttúrulega bara svona auðvitað þó að heildarmyndin sé en ef hann tekur 20 metra á mjög góðu fetti þá það bara fínt. En maður svona kannski aðeins samt að velta fyrir sig, sko, hvort hún að fara aðeins bak við lóðlínu, sko. Og það náttúrulega eitt að þegar maður tala bara höfuðburð, sko, þó að maður getur náttúrulega fjallað sko, líkamsbeiting almennt og hvelfing og svo framvegis. En þá akkurat höfuðburðin á henni yfirleitt fyrirmyndar, ofsalega bara virkar vel. Dettur stundum aðeins bak við lóð og þegar maður talar það þá það eiginlega bara eins og lóðlína frá þess að bara neflínan, hvort hann í lóð eða ekki, að það svona almennt bara talið að hestur sem bak við lóðlínu og það ekki til bóta. Þannig að við viljum sjá hestin í svona sýningu, þá viljum við gjarnan sjá hann með nefið fyrir framan lóð. En það kannski þið getur náttúrulega skoða þessa sýningu aftur, við ætlum ekki kannski að rúlla henni aftur, en ef þið bendi ykkur sérstaklega á að skoða þegar hann fer í greiðatöltið eftir hægatöltið að þá missir hann aðeins upp í stökk og þarf að hægja á henni þarna á skamhliðinni og kemur eiginlega bara svona, kannski ekki alveg á hægutölti en svona bara tæplega milliferð þarna inn í beygjuna út úr skamhliðinni og svo gefur hann í og fer virkilega upp í greitt tölt, það engin vafi það, en eins og við vorum að tala, Hekla útskýrði svo vel áðan að til þess að hljóta 7 eða meira fyrir greitt tölt, þá þarf knappinn að sýna greitt tölt frá miðri skamhlið og þess vegna var Mette að benda á þetta að þarna ef hann hefði verið klókur og snöggur að hugsa, þá hefði hann mögulega geta rúllað henni bara aðra langhlið. Hann var kominn á mjög gott greitt tölt þarna á skamhliðinni sem hann kom inn á. Ef hann hefði bara haldið það áfram og farið fram hjá dómurunum og inn á hina skamhliðina, þá hefði hann geta verið að hækka einhverjum greitt töltum, já, mögulega 1,5 sem hefur þá líka mögulega einhver áhrif á flæði, fegurð, reið og reiðmennsku. En annars einkenndist þessi sýning bara af... Ætlaði að byrja að auka hraðan þarna en nærði ekki, sko.
En einmitt, það svona sem að getur verið fljótur og náttúrulega mjög auðvelt að sjá það þegar maður ekki, en þarna hefði hann kannski haft tíma til þess að taka bara, hálfan hring til viðbótar. Það þarf maður að vera aðeins fljótur að hugsa náttúrulega. En svona, hérna hefði þetta verið gaman að sjá sko munurinn á þessari mikilvægu einkunn sem 20%, til dæmis með við Helgunu, hérna eru sýndar 3 gangtegundir, hérna æfingarnar heppnast ekki alveg eins vel og svona, þannig að þessi sýning fer ekki í svona, ekkert í 8 eða meira fyrir flæði, fegurð reið og reiðmennsku, heldur væri þá frekar þarna á bilinu 7-75, trúlega 75. En svona til þess að fara í 8 eða meira þá sem að Helga gerir, þá sjáið munin á þessu. Það er bara mjög jákvætt að hann skildi hafa, til dæmis fundið það fyrsti lokaða sniðgangur tókst ekki, hafa haft tíma líka til þess að geta gert eitthvað aftur, það er líka svolítið gott sko. En ég held að Hekla er eitthvað sem við erum að gleyma okkur með í þessu. Ég held að þetta sé nú bara orðið ansi gott og kannski bara hægt að hvetja til ef það eru einhverjar spurningar, þú veist, þá er það í lagi en við erum komin alveg vel á tímann og þetta var náttúrulega bara svona smá hvatning inn í tímabilið, er það ekki? Það var nú eiginlega svona, hvetja ykkur til góðra verka og hvað við hlökkum til að sjá ykkur svo á gólfinu, sko. Og við erum alveg til að svara spurningum og líka náttúrulega benda okkur á eitthvað sem er innan okkar verkahring til þess að við getum ef þið rekist á einhverju gallar eða eitthvað í skilgreiningum eða eitthvað sem er erfitt að skilja og svona, senda okkur línu með það. Og ef einhver líka þetta vel að þá sem knappar að þá getur vel verið að við getum gert eitthvað svipað aftur. En þá væri gott að vita það. En ég held að við bara fyrir hönd hópsins og okkur sem þrjú sem voru gátum verið í kvöld að þá bara þökkum við fyrir okkur. Þetta er búið að vera akkurat 1,5 tími, þetta sé bara akkurat passlegt og takk fyrir að fylgjast með og gangi ykkur vel og góða skemmtun. Ég hlakka til bæði að vonandi að geta keypt þessu og líka að geta dæmt þetta eitthvað og ekki síst að bara horfa á frábæra hesta, horfa á hugmyndaríkar sýningar þar sem að knapinn er að reyna að koma framfæri allt sem hans hestur getur og sem að þau geta saman. Ok, þá segir ég bara takk og bless, er það ekki? Takk kærlega og gangi ykkur vel.